Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum fræðumst við vinnustaðamenningu, en rætt var málið á fundi félags kvenna í atvinnulífinu á Suðurnesjum núna nýlega. Við förum á sagnastund í garðinum og hittum hressa eldri borgara í Sandgerði sem eru að perla og búa til peninga fyrir Krabbameinsfélag Suðurnesja. Og við hefjum leikinn með perlunum í Sandgerði. Eldri borgarar sem sækja félagsstarfi í Sandgerði hafa frá því í desember verið að föndra perlufestar sem svo hafa verið seldar til stuðnings Krabbameinsfélagi Suðurnesja. Í vikunni var afrakstur af sölunni 500.000 króna afhent félaginu og tilkynnt áframhaldandi samstarf. Það á sem sagt að perla meira og safna meiri fjármunum. Hvernig kemur það til að þið farið að perla þessi armbönd? Þegar ein hérna úr hópnum var ennþá að vinna, þá kom kona frá Bandaríkjunum, íslensk, með nokkur armbönd og seldi í vinnunni. Og þetta voru armbönd sem voru gerð til styrktar rannsókn á krabbameini í Bandaríkjunum. Og hana langaði mikið til að það væri gert eitthvað svona einhver staðar. Þangað til að hún náttúrulega hér flesta daga vikunar og kom með þessa hugmynd. Og þá var bara farið í það að panta perlur og slaufur og allt það sem til þurfti og við fórum að perla. Og þetta hefur aldeilis gengið vel? Já, mjög. Við erum búin að gera, ég veit ekki, kringum 400 armbönd, eitthvað svoleiðis. Og þau verður setið hérna við marga daga. Og þið eru að styðja Krabbameinsfélag Suðurnesja? Já, við ætlum að gefa þetta til Krabbameinsfélag Suðurnesja. Við erum búin að safna 500.000 krónum nú þegar og eigum ennþá armbönd og erum að gera meira og þurfum að selja þau. Og hvernig hafið þið verið að selja þetta? Þetta hefur bara verið ættingjar og vinir og nú þurfum við að komast lengra til þess að selja fleiri. Og já, þannig að við eigum slappa til. Þannig að fólk má búast við því að sjá ykkur útsendara frá ykkur núna kannski næstu daga og vikur að selja. Það má líka koma hingað og kaupa armbönd. Og þið eru hérna í miðhúsum í Sandgerði? Já, og það er opið hérna frá 10 til 4 alla daga, nema að föstudaga, þá er bara til hádegis, en þá er ekki þetta starf hér, sem er frábært starf, gerð alls konar handavinna, bara það sem fólki dettur í hug og mikil hjálp og já, og svo er þetta bara mjög gott samfélag. Fólk hittir hvort annað og er bara gaman. Hvað eru þið margar í þessu? Ég hugsa við hafum verið svona kringum 10 í þessum armböndum, stundum alveg niður í bara 3-4 og stundum fleiri, en alltaf einhverjar og hérna eru alltaf einhverjar svona 6-7 konur í handavinnunni og svo eru kallarnir hérna hinum megin í boccia og svo er spiluð félagsvist og þannig að þetta er mjög skemmtilegt starf. Mér er búin að hlakka allavega til lengi að hætta að vinna og koma hingað. Og hvað eru þið að perla þetta alla daga? Við vorum það á meðan að mestu stóð, sko. Og svo tókum við pásu og fórum að gera bara aðra vinnu og nú höfum við verið að perla til að klára perluna sem við eigum. Og svo sjáum við, ef við seljum þau armbönd, þá pöntum við meira og gerum meira. Þau eru bara að panta þessar perlur yfir hálfa hnöttin? Já, við gerum það. Og á hvað eru það að selja armböndin? 3.500. Og það fyrir engin kostnaður í neitt annað en bara að kaupa efnið. Við gefum náttúrulega allar okkar vinnu. Og við kaupum okkar armbönd sjálfa líka. Þannig að það fyrir engin perla til spillis. Hannes Friðriksson, formaður Krabbameinsfélags Suðurnesja, sagði við þetta tækifæri að þessi fjáröflun eldri borgara í Suðurnesjabæ væri bæði óvænt og ánægjuleg. Peningarnir færu í styrktarsjóð félagsins. Það munar minna? Já, það munar minna. Þetta er þannig að allt starf Krabbameinsfélags Suðurnesja, það byggir á svona framlögum ýmissa aðila sem hafa stutt okkur í gegnum árin og hérna koma inn 500.000 krónur þar sem að konar í Sandgerði hafa setið og verið að
þræða í gegnum örmi og göt þetta ginni og þetta náttúrulega alveg frábært að fá þennan penning núna og þetta það þetta sjálfsprottna starf sem svo mikilvægt sko og þetta var eitthvað sem enginn vissi að væri í gangi bara fyrir allt ef við fengum hringinguna. Þú varst að prófa að perla, þannig að þú sér að þetta mikil vinna sem liggur á bak við þetta. Þetta hörkumikil vinna og hörkumikil nákvæmni og sást að ég misti þetta einu sinni eða tvisvar þarna í gólfið og þetta bara þjálfun. Þú ætlar að mæta aftur sem þetta? Já, þegar verður kallað inn þá kem ég. Hafi fólk áhuga á að kaupa perlufesti og styrkja leið Krabbameinsfélag Suðurnesja, þá opið hjá félagsstarfi aldraðara í Miðhúsum í Sandgerði alla virka daga frá klukkan 10 til 16. Armbandið kostar 3.500 krónur. Sagnastundir á Garðskaga eru viðburður sem hafa fallið vel í kramið hjá fólki sem þær hefur sótt. Nú hefur viðburðurinn verið haldið 3 sinnum á veitingastaðnum við byggðasafnið á Garðskaga og ávallt fyrir fullu húsi. Í fyrstu sagnastundinni komu varðskipsmenn af Óðni og kynntu endurbætur á þessu gamla varðskipi sem í dag kallað safnskip. Þeir komu aftur á aðra sagnastund og sögðu þá frá björgunarafreki þegar flotkví sem var á reki í Atlantshafi var bjargað í aðgerð sem tók marga daga. Síðasta laugardag komu svo 3 gamlir skipstjórar og sögðu sögur af sjónum. Það voru þeir Ásgeir Magnús Hjálmarsson, Hafsteinn Guðnason og Magnús Guðmundsson. Allir höfðu þeir frá skemmtilegum sögum og ævintýrum að segja. Það eru æskufélagarnir Bárður Bragason frá Urðarfelli og Hörður Gíslason frá Sólbakka sem standa fyrir sagnastundunum í samstarfi við veitingahúsi Röstina og byggðasafnið á Garðskaga sem opnað sérstaklega fyrir gesti fyrir og eftir viðburðinn. Já, við erum 2 æskufélagar sem fengum þessa hugmynd, vorum að ganga hér bara fyrir utan að efna til sagnastundar á Garðskaga. Hér þetta safnið og söguslóð og vitarnir og við gerðum þetta þannig að það svona miðjan mánuð, nóvember, janúar, febrúar, mars, apríl, maí sem við efnum til sagnastundar. Og fólk að sýna þessum viðburðum mikinn áhuga? Já, það kemur við bara svona sildum með þessa staði í rólegheitum og það eru bara þetta 60 til 100 manns. Það bara húsvillir í hvers skipti? Það húsvillir og auka stólar stundum. Þannig að já, og þá svo safnið opið. Við höfum þetta laugardegi, miðjan mánuðinn og menn koma hér og staldra við í þessu magnaða safni, skoða bátana og trukkin og vélarnar sem að Guðni gerði upp sem sko fyrirbæri og þetta eiginlega miklu magnaðri saga og bakvið þessar vélar heldur en ég held að við gerum okkur bara grein fyrir. Ég minnist þess að hafa komið í svipað safn í Hollandi og ég segi við safnvörðinn, eru þessar vélar ekki gangfærar? Jú, sem það innan 3-4 sem eru gangfærar. Ég tók eftir að þær voru svona sprungnar og svolítið skrýtnar þó að væri fallega útlítandi. Hér í safni Guðna, sem ég skilst að sé 130 vélar, þá eru kannski innan við 5 sem ekki náðust í gang. Hérna allar að gangfæra. Við erum með nóga sögum allt í kringum okkur sem væri hægt að taka fyrir á svona viðburði. Aldeilis. Það alveg óþrjótandi. Og það sem betur fer áhugi, þetta svona notalegt. Kom hérna í veitingahúsi Röstina og menn svona fá sér vöfflu eða tebolla, jafnvel bjórglas svona, þetta nú laugardagur, og sósíalisera og það koma hér fólk, það svona má segja meirihlutinn sé nú svona eldri kantinum svona, meðaldra og eldri, en það líka ungt fólk og báðum kynjum og það gaman að því. Þú hefur sjálfur verið að segja sögur og farið hérna bara hérna gömlu byggðinni hérna í garðinum og sagt sögur af fólki og því sem þau augu ber. Já, ég hugsa svona ef ég líti einhverja 2-3 áratugi aftur í tímann, þá sé það nú bara einhvers staðar á milli 2-3.000 manns sem ég hefi komið með hér í rútum eða einhvern veginn og ekki hér vítt Suðurnesin sko og meira Grindavík og jafnvel austur fyrir fjall eða eitthvað, Kleifarvatn og eitthvað, gegnum þessa 2,5 áratug eða svo.
Þannig að já, maður finnur fyrir gleði og ánægju hjá fólki að koma hér og það, sagan hérna, vitarnir, kirkjurnar, veiðislóðin, óþrjótandi. Endist ekki tími til að segja frá nema hluta af því. Og fólk hefur gaman að þessu? Já, það er nefnilega það. Það finnur maður. Maður finnur ekki ólund eða svoleiðis. Menn einhvern veginn, auðvitað við erum einhvers staðar stödd í lífi og það er eitthvað á bak við okkur. Við vitum það töluvert. Við vitum ekki minna en það sem er fram á við. Og fólk hefur gaman á hérna traktorar, vélar, bátarnir gömlu hérna, sem nú fyrirbæri hérna sko engeyjarskip sem er snilld að eiga, vitarnir, sýning í vitunum, kirkjurnar og svo bara öll sagan, fólkið, útgerðin. Hér hefur verið búseta frá landnámstíð og hvert skeið hefur sína sögu. Nó að taka. Þegar við komum inn á safnið svo hérna, þá náttúrulega erum við kannski upplifum við það hvað við erum að upplifa breytta tíma. Hvað þetta eru allt aðri tímar í dag heldur en þegar þessi munir hérna voru þarfa þing. Sko við sem erum fæddum miðja síðustu öld, við fæðumst inn í ákveðin heim. Rafmagn var nýkomið, síminn var upp á vegg og allir vinnsluhættir og annað, allt toga. Saltfiskur, menn voru að breiða tugi stakkstæða sem kölluð voru eða fiskireitir og tímandi breytast og þetta gerist hægt en gerist þó og maður þarf einhvern veginn svona svolítið hugarfar að stilla sig inn á hvaða tíma er maður svona fást við og í dag sko við vorum að tala hér, skipstjórarnir voru að segja frá róðrum, kannski fyrir svona 30-50 árum, skipakostur, aðbúnaður, manna, allt annar heimur heldur en í dag. Og þetta er það sem gerist að hver kynslóð á sinn tíma og hvert augnablik á sinn tíma, en við einhvern veginn höfum gaman af því að staldra við og líta aftur í tíman og hvernig var lífið, hvað voru menn að fást við. Það er þannig. Þú ert hérna fæddur uppalinn hérna í garðinum og þekkir nú hérna menn og málefni vel og það er eitt verkefni sem við erum búin að vera að skoða í sameiningu. Það er hérna búskaparárin í Miðhúsum og þau standa tímamótum. Já, sko það síðasti bóndinn og Miðhús voru lengi stærstu búum á Suðurnesjum og eiginlega má segja eina búið hér nokkuð löngum tíma þar sem að tveir bændur höfðu grunnviðurværi sitt af mjólk. Það voru kýr á bæjunum en þær voru ekki 30, þær voru kannski 1, 2, 3 ár og það er dálítið gaman ef við fyrir að tala búskap að nú er þetta, eru þeir að halda þér enn miðhúsamenn, miðhúsabræður, halda enn fé. Já, við erum að stúdera það haldið. Kemur kannski út úr því. Það á eftir að skila sér í þætti frá okkur. Fínt. Næsta sagnastund verður laugardaginn 11. mars. Þá kemur Björn G. Björnsson, leikmyndahöfundur, og segir frá risastóru kvikmyndaverkefni sem meðal annars fór fram í Garðinum árið 1972 þegar sjónvarpsmyndin Brekkukotsannál samnefnda sögu Nóbelsskáldsins Halldórs Laxness var tekin upp í Garði. Í apríl er síðan væntanleg frásögn frá stríðsárunum í Garði. Hvað einkennir góð samskipti á vinnustað og hvernig vinnustaðamenning félaga kvenna í atvinnulífinu á Suðurnesjum?
stóð fyrir erindi vinnustaðamenningu. Steinunn Snorradóttir félagi FKA Suðurnes lærður grunnskólakennari og hefur lokið meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf. Hún vann í Heiðarskóla í Reykjanesbæ í 10 ár, fyrst sem náms- og starfsráðgjafi og síðar sem deildarstjóri. Nú vinnur hún sem námsbrautarstjóri flugverndarbrautar hjá Isavia. Á kynningu FKA Suðurnes sagði hún frá verkefni sem Isavia vinnur nú að vinnustaðamenningu, þar sem hegðun búið að skipta upp í 3 flokka. Steinunn, vinnustaðamenning, þú nýbúin að halda erindi hérna hjá félagi kvenna í atvinnulífinu á Suðurnesjum sem að þú reyndar líka í því félagi. Hvað getur þú svona sagt okkur vinnustaðamenningu? Ég ekki að sjá fyrir mér að þetta hafi verið eitthvað stórt atriði í atvinnulífinu fyrir 10-20 ára síðan. Það? Sem betur fer, þá hefur nú margt breyst og já, auðvitað vinnustaðamenning gengur náttúrulega bara út af það hvernig samskipti við erum að eiga við hvert annað. Og sama hvort að það í atvinnulífinu heima eða í tómstundunum okkar, þá skiptir máli hvernig samskiptin eru okkar á milli. Og já, við erum svolítið að ræða það. Hvernig getum við átt sem best samskipti í vinnunni og tala saman og haft sama skilning á hlutunum og rætt hlutinu þá uppbyggilegan máta. Hvað myndirðu segja að þetta væri svona, þetta jafnvel vandamál víða í fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi? Að það sé ekki nógu góð vinnustaðamenning, ekki nógu mikil samvinna? Sko, nú þekki ég kannski ekki fyrirtæki almennt á Íslandi, en ég held að alveg sama hvert við förum, við getum alltaf gert eitthvað betur. Þannig að, já, ég held að við getum alltaf grætt á þessu. En hver eru helstu atriðin? Þú á þessu erindi sem við sóttum nú, þá ert að tala fas og framkomu, augnsamband, góð ráð í samskiptum, alveg fullt af mjög góðum ábendingum. Hvað, getur þú nefnt okkur nokkur? Já, þetta gengur náttúrulega helst út á það að við séum að skoða okkur sjálf. Það er náttúrulega eina manneskjan sem við getum borið ábyrgð á. Þannig að þetta gengur út á það, hvað get ég gert til þess að stuðla að góðum samskiptum við þá sem að ég að vinna með og í kringum. Þannig að við erum svolítið í naflaskoðun og þetta er náttúrulega fyrst og fremst bara með traustið. Hvernig traustið á milli fólks og hvernig getum við eflt það og svo náttúrulega hvernig við tölum við hvort annað. Þannig að það séu allir jafnir og geti tala við hvort annað á jafningja grundvelli og allir fái að koma sínum skoðunum á framfæri. Hlustun og sína áhuga. Já, algjörlega. Já. Þú sýndir í þínu erindi að þú skiptir þessu niður í 3 flokka og sem sagt hegðun og þetta hafið þið verið að gera á þínu vinnustað sem Isavia á Keflavíkurflugvelli í flugstöðinni. Já. Getur þú sagt okkur eitthvað meira frá þessu? Hvernig þið gerðu þetta? Já, það náttúrulega bara rannsóknir á bak við þetta sem að við erum að fara eftir og það búið að skipta samskiptum eða svona samskiptaminstrum í 3 flokka. Það þessi drottnandi menning þar sem að fólk svolítið að sýna hver ræður og með svolítið svona power og svo það þá þeir sem eru svona hörfandi ekki kannski alltaf til í að segja sína skoðun og frekar fara svona tilbaka og svo þá hins vegar þessi uppbyggjandi menning sem við viljum helst vera í, þar sem við getum talað við hvort annað og við getum sagt skoðanir án þess að særa eða meiða og allir séu jafnir. Hvernig hefur þetta gengið hjá ykkur? Þetta stór vinnustaður. Já, þetta stór vinnustaður og það náttúrulega 800 manns sem að taka þátt í þessu verkefni og það náttúrulega heljarinnar batteri að halda utan það. Þetta hefur gengið mjög vel og það var alveg skýrt frá upphafi að það þyrfti að byrja á efsta laginu, þannig að forstjóri og framkvæmdastjóri og allt efsta lagi, það byrjaði á að fara í þessa vinnu. Þetta voru sem sagt bara vinnustofur. Fyrst var gerð könnun hvernig vinnustaðamenningin var í upphafi fyrir 1,5 ári síðan og svo hvert við vildum fara og það byrjaði á því að það var efsta lagi var tekið og það var bara farið í vinnustofur og bara þjálfun og naflaskoðun hvað við getum gert. Allir
sem eru framkvæmdastjórar og forstjóri, fengu svona niðurstöður, fóru í svona skoðanakönnun á hvernig þeir væru í samskiptum, þá þurftu þeir að meta sjálfan sig og þeir þurftu að fá aðra, kannski 10 til 12 einstaklingar sem eru í kringu það til þess að meta og þetta var heillangur spurningalisti að fara í gegnum og svo fenguðu niðurstöðuna, bæði hvernig fólk var að sjá sig sjálft og svo þá hvernig hinir voru að sjá samskiptamynstri hjá fólki. Þannig að þetta gengur náttúrulega fyrst og fremst út á naflaskoðun, þannig að við erum að skoða hvað við getum gert, hvað ég get gert til þess að verða betri í samskiptum. Þú nefndir í erindinu að forstjórinn ykkar, að hann hafi gengið þarna fremstur í flokki að stoppa jafnvel fund þar sem að það vantaði kannski aðeins að eins og þú nefndir bara að taka öndun, að það hjálpaði til. Já, auðvitað náttúrulega hjálpar það til að Sveinbjörn sem er forstjóri fyrirtækisins, hann gengur á undan með mjög góðu fordæmi og hann hefur verið ótrúlega virkur og flottur þáttakandi í þessu og einmitt verið á fundi, þú veist, einmitt stoppa fund, að bara, heyrðu, við gleymdum hérna aðeins að því að við reynum að byrja fundi þannig að við erum svolítið svona jarðtengjum með okkur, ýmist að þá kannski tökum við létta öndun eða við förum svona létta hringum það hvernig við erum stemd í dag. Þannig að já, sem betur fer þá hefur, og ekki bara hann heldur framkvæmdastjórar gengið á undan með mjög góðu fordæmi. Er það gott að taka öndun bara í upphafi funda og svona bara eins og þú segir að jarðtengja sig? Hefur það reynst vel? Já, það er það. Og við náttúrulega sem mér finnst jóga mjög skemmtilegt og þeir sem fara í jóga líður öllum vel á eftir og maður er svona slakur og maður er jarðtengdur og maður skilur svona eftir fyrir utan fundin þar sem á ekki vera með mann á fundinum. Þannig að já, öndun er mjög góð og það er náttúrulega alltaf ef manni líður ekki nógu vel þá fer maður í þessa grunnöndun. Þannig að það er mjög gott að taka djúp öndun aðeins til þess að jafna sig og líkaminn fái það súrefni sem maður þarf og þá vinnur heilinn betur. Getur þú sagt okkur eitthvað svona hverja voru helstu niðurstöðuna hjá ykkur? Þú veist, á þess að vera nefna einhverja persónu og leikandur. Hvað leiddi þessi svona könnun ykkar í ljós? Var hægt að bæta vinnustaðamenninguna talsvert hjá ykkur? Það er alltaf hægt að bæta. Ég held að alveg sama hversu góð vinnustaðamenningin er, það er alltaf hægt að gera eitthvað betur. Já, sko, þessi könnun var gerð fyrir 1,5 ári síðan og niðurstöðurnar voru þannig að jú, það var svolítið svona drottnandi menningu og svo eins líka þeir sem eru svona að hörfa tilbaka og þori ekki að segja og við viljum fara meira í þessa uppbyggjandi menningu og það hefur svo sem ekki verið gerð könnun aftur en er fyrirhuguð á þessu ári þannig að það verður gaman að sjá niðurstöðurnar en okkar tilfinning er tvímælalaust sú að þetta er að hafa góð áhrif og fólk er að virkilega vanda sig. Þannig að það hefur komið upp hjá ykkur að þú ert með dæmi það að fundur hafi gengið illa því að andinn var ekki nógu góður á fundinum, það var núningur og menn eru búin með fundin, fólki er búin með fundin og segja þetta og einhver segir bara við þurfum bara að halda hann að funda aftur. Þú tókst svona dæmi? Já, einmitt og ég svo sem var ekki sjálf á þessu fundin, ég hef heyrt af svona dæmi að það sem að fundur gekk ekki nógu vel að einn starfsmaður hafði samband við hann og sagði, heyrðu þetta var bara ekki alveg að ganga nógu vel hjá okkur. Ef við ekki bara taka hann að funda aftur, ef við ekki bara byrja upp á nýtt og bara gerum þetta aftur og sem að var gert og gekk þá mun betur. Þannig að svona, ef við tökum þetta aðeins saman svona í lokin, hvað er þá svona, það er þið að tala að bæta samskiptin sem að leiði til betri samvinnu og árangus auðvitað, þannig að þetta eru bara öll þessi svona grunngildi sem að flestir eiga að temja sér, hlusta og vera góður og allt þetta dæmi. Já. Það ekki, þú veist þetta. Jú, algjörlega og sjálfsögð snýst þetta fyrst og fremst traust. Þannig að við getum treyst hvert öðru og á þann hátt að ég þori að segja það sem að mér liggur á hjarta og mína skoðanir og við séum þá að fá það bestu niðurstöðu sem að við mögulega getum í hverju einu verkefni.
En ef ég kem á fundin og fúll og óánægður með þetta, hvernig búið að ganga og, og svona, já, pínu leiðinlegur getur við bara sagt, eða erfiður kannski frekar. Þegar maður kemur svona inn með svona erfiðleika getur við sagt, það þarf að takla það. Hvernig best að gera það? Já, og það það sem er svo flott í þessari menningarvegferð sem við erum, að það búið að gefa okkur leyfi til þess að geta rætt við hvort annað og sagt, heyrðu, nú erum við aðeins kannski komin út af beinubrautinni sem við viljum vera á. Við skulum aðeins beygja inn á hana aftur. Þannig að það búið að gefa starfsfólkinu svona tækifæri og sammælast það. Við ætlum öll að gera okkar besta. Þannig að ef einhver að mistiga sig, og við erum öll mannleg, þannig að við mistigum okkur öll einhver tíman, að þá erum við að hjálpa hvert öðru að fara aftur inn á beinubrautina. 1, 2, jafnvel 3 orð sem að þú getur sagt okkur á lokum, sem eru svona lykilorð fyrir góð samskipti. Það að sjálfsögðu traust og heiðarleiki gagnvart bæði sjálfum sér og öðrum. Þannig að ég held að það sé númer 1, 2 og 3. Og gleðin, þú nefndir hana. Og gleðin að sjálfsögðu. Það náttúrulega við verjum svo ótrúlega miklu tíma í vinnunni. Þannig að ef það ekki gaman í vinnunni, þá eigum við kannski ekki sérstaklega spennandi daga. Þannig að já, gleðin náttúrulega númer 1, 2 og 3. Þannig að þetta allavega var mjög gott innlegg hérna hjá Ísafía ykkur og sem sagt, hefur verið jákvætt í starfinu ykkar. Já, algjörlega, og eins og ég segi, þó að það hafi ekki verið gerð könnun, að þá það okkar tilfinning og við finnum það virkilega, það breyting og fólk að vanda sig og það kannski að taka fyrir eitthvað ákveðið viðfangsefni sem að það, eða áherslu atriði sem það vill bæta sig í þennan mánuðinn og þá virkilega að vanda sig þar og færi kannski næsta mann til hliðina á sér að svona vera pínu klappstýra og hrósa manni þá fyrir að benda manni á hvernig mann að ganga í því sem maður að æfa sig í akkurat þá stundina. Erum við Íslendingar nógu duglegir að hrósa? Ég veit það ekki alveg. Ég held að það hafi breyst mikið. Já, ég held það. Ég held að það hafi breyst gríðarlega mikið síðustu ár. Ég held að til dæmis foreldrar okkar voru ekki mikið að hrósa eða var hrósað hvort sem voru vinnustað eða annar staðar en jú, ég held það, virkilega, það sé að breytast og það líka eitt af því sem í þessari menningarvegferð að við eigum að vera að hrósa hvort öðru og ekki þá bara að segja flott vel gert, heldur við þá að nefna hvað við erum að hrósa fyrir. Virkilega að benda á hvað það var sem þú gerði gott. Leið við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum fjölmiðill og gefum út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift frítt öll Suðurnes og einnig á netinu að sjálfsögðu. Við erum að skrifa nýjar fréttir á Víkurfréttavefinn alla daga og sömuleiðis nýjar golffréttir á kylfingur.is. Við þiggjum góðar ábendingar í okkar miðla en segjum þetta gott að þessu sinni. Sjáumst eftir viku. Verið sæl.